Hvernig eru tilfinningarnar bara núna? Bara ekki góðar, skiljanlega, koma alla leið í úrslit og tapa úrslitaleik eftir að gefa allt í þetta, þá eru alltaf svona vonda tilfinningar. Hvernig fannst þér leikurinn spilast? Leikurinn bara spilast eins og við svona vorum að undirbúa leikinn, við svona miklu meira með boltan og reynum að ná svona og fáum stöðu til að opna þennan múr af 10-11 leikmönnum alltaf fyrir aftan bolta, rétt fyrir framan teginn. Þeir skora frábært mark og komast yfir og en við bara haldum áfram alla leikinn. Svekkjandi að einn bolti fór ekkert inn í færum sem við fengum í fyrra leik, utan það var bara eitt lída á vellunum nánast alla leikinn. Utan að móti vestra, þú fær ekkert eitthvað 10 opnan færi sko, en mér fannst bolti var að dansa á línunni, marklínunni mjög oft í leiknum í dag, en einhvern veginn svona, við náðum ekkert að setja eitt svona rauða fót og setja boltan inn í marki, en aftur á móti bara mjög stoltur með mínu liði og stoltur með stöðnismenn og allt fram á síðasta 100. mínútu, við erum ekki búin að stoppa og reyna og halda áfram og taka ekstra hlaup og ekstra sendingu og ekstra boltan inn í teginn, en því miður þetta tókst ekki í dag. Er eitthvað hægt að skrifa þetta að þið fengu, eins og þú segir, góða stöður, eitthvað hægt að skrifa það hátt spennustig að þau fóru í forgörðum? Nei, alls ekki. Mér finnst bara við vorum bara mjög flottir hvernig við komum inn í leikina og áður vestri skorar þá vorum við bara mjög flottir og vorum með allan valda á vellunum og spennustig í liðinu, karakter í liðinu, það var bara allt til staðar í dag. En fútbolti er þannig og lífið að þú fær ekki alltaf þetta sem þú á skilið og í dag við fengum því ekki og ekkert neikvæð sem við þurfum taka í dag nema tap, en þetta bara við notum til að styrkja okkur í baráttunni sem framöndan er. Heldur að þetta tap muni sitja þungt í mönnum eða hvað? Nei, alls ekki. Verður þungt í kvöld, verður þungt morgun líka, en svo erum bara við með æfingu sunnudaginn og við erum með frábæra karakter, eins og segir sko, hvernig við vorum að reyna í dag og hvað vorum að gera allt sumar og vetur og koma skinkað alla leið, það sýnir hvað býr í líðu mínu og ég er líka þannig gerður, fær aldrei neitt ókipis í lífinu og alvöru vinna haldur áfram og við bara ætlum að setja meiri púður í þetta og fullt að leikja fyrir framan okkur, spennandi tíma framundan fyrir klubbin og fyrir Val og þennan tímabil er ekki búið, þannig svo staðin núna við erum á toppnum og við ætlum að gefa allt í þetta til að enda þar í lok október. Patrik Pedersen var borinn af velli miðbygg seinni hálfleiks, vitað hvað er að? Já, Patrik Pedersen er búinn að slíta hálsinn í dag og þetta er svona mikið högg og svona mikið svona svekkelsi fyrir Patrik sjálfa, fyrir okkur valsara og líka bara fyrir íslenska fútbolta og þessi karakter og þessi leitu, þessi strákur á þetta ekki skilit. En enn og aftur ég segir bara eins og ég var að lýsa leikinn áðan, lífið er bara þannig og lífið er alltaf að testa mönnum og stundum mikið þess þú er að gera rétta hluti eins og Patrik er búinn að gera, þá stundum kemur svona challenge, kemur svona vonbrigði og kemur högg sem kom í dag og hann kemur sterklega tilbaka. Þetta er bara þannig karakter, en ég segir sko bara mjög vonsvikinn utan hann á aldrei enga veginn skilið svona stór meiðsli. Takk hérlega.